Góðan og gleðilegan föstudag og velkomin í Stöðu mála. Ég Pétur Eggerts og með mér Bogi Reynis. Sælir. Sælir. Og komið þið sæl. Já, það er fallegur dagur í dag. Já. Við finnum okkur núna hérna í myndverunni hjá Samstöðinni en við erum búin að vera á smá flakki. Já, við erum komið í hring. Við byrjuðum hérna á Samstöðinni, tókum okkar pilot þátt hérna og svo fórum við og tókum eitt þátt heima hjá þér og nú erum við komin aftur tilbaka. Einmitt. Gaman að þessu. Já, en já, fyrir ykkur sem ekki þekki til, þá erum við hérna hjá Stöðu mála að reyna að koma atburðum líðandi stundar yfir í mannamál, en það er margt sem að ríður yfir samfélagið. Sko, ég veit ekki, ég er tilbúinn með nokkra hluti sem við viljum fara yfir. Er eitthvað sem þú vilt segja svona til að hita upp líðin? Já, sko, ok, við erum farið yfir stöðumála og í dag erum við að pæla svolítið hvað er að gerast hérna heima fyrir. Við erum ekkert að pæla í hvað er að gerast í útlöndum. Og það sem að virðist vera nokkuð gegnum gangandi er að fólk er bara helviti blánt. Jú. Það er litlu peninga til og verðbólga, hvað sem það nú er að éta upp alla peningana, þessar litlu peninga sem voru til. Einmitt. Og hvers vegna er það? Hvers vegna er það? Það er góð spurning. Sko, ef við hlustum á Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, þá get ég náttúrulega bara að vísa beint í hann. Hann segir hérna 4. febrúar 2026: það hefur gengið vel með ansi margt, en það hefur gengið illa að halda aftur af verðhækkunum. Það er vandamálið sem við setjum uppi með á Íslandi. Verðbólgan, hún hættir ekkert, segir Ásgeir. Ég get ekki annað en spurt mig hvað veldur því að verðhækkanir eru svona stjórnlausar hérna og hef núna eitt þó nokkrum tíma í að reyna að fá því svarað. Sko, samkvæmt verðlagseftirliti ASÍ þá hefur matur hækkað 7,8% frá því að stöðugleikasamningarnir svokölluðu voru undirritaðir í mars 2024. Hagstofan, hún er svartsýnni, hún segir að vísitala neysluverðs hafi hækkað 8,8% síðan þá. Þannig að við erum að tala þetta er einhver 8-9% verðhækkun á matvörumarkaði. Við erum Á einu ári. Á einu ári. Þetta er náttúrulega bara rosalega mikil hækkun. Já, ég held að það sé þetta á rúmu ári, en já, þetta er mikil hækkun. Til mars, já. Hérna, þetta er hins vegar lítið svona í samanburði við hækkanir á leigumarkaði. Þær hafa ekki verið mikið skárri. Nei. Sko, En mér finnst ég alltaf verið að heyra hækkanir á leigumarkaði. Það er bara frá því að þetta blessaða hrun gekk yfir okkur, þá finnst mér eins og ég heyri bara í hverju mánuði frá fólki sem ég þekki, sem er að leigja og það er bara, leigan hækkaði og það er bara alveg saman hvernig maður hýttur, leigan var að hækka hjá mér, þú veist. Einmitt. Sko, ég er með á glæru, sko, ok, hérna erum við reyndar að horfa á stýrivextina. Já, ég hefði kannski átt að flippa þessum glærum. Ef við kannski bara ræða stýrivextina þá fyrst. Já, við getum gert það. Hérna, hvað eru stýrivextir? Getur þú sagt með það? Stýrivextir eru settir að Seðlabanka Íslands, ég veit það. Og þeir stjórna verðinu á fjármagni milli banka. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Það er að segja, bankarnir kaupa sitt fé af Seðlabankanum sem síðan og leigja það út, og lána það út og stýrivextin segja til á hvaða kjörum þeir fá þetta fé. Já, í rauninni. Já. Þannig að hærri stýrivextir, hærri vextir á neytendur lána hjá bönkunum. Mikið rétt, já. Hærri vextir á húsnæðislánið þitt. Já. Stýrivextir eru líka nýttir sem afsökun fyrir verðhækkunum á matvöru og nauðsynlega markaði. En ef við hoppum núna á næstu glæru, þá sjáum við sameinaðar vísitölur leiguverðs. Þannig að þetta er í rauninni sko, hækkun leiguverðs frá árinu 2012 til 2026. Og þetta er næstu því bara línuleg hækkun. Já, þannig er bara hægt að sjá þetta á grafi það sem ég var að segja á hann. Það er bara, leigan var að hækka, maður getur sagt það í hverju mánuði og alltaf það þrýttur sig. Einmitt. En Seðlabankastjóri vill meina að svara við þessu sé að hækka stýrivexti. Hann er mjög hrifinn af þeim, hann Ásgeir Jónsson. En ef að við förum og kíkjum aðeins undir húddið á þessum einkamarkaði á Íslandi og maður spyr sig bara hverjir eru leikmennirnir á þessum leikvangi, þá er ein tiltekin fjölskylda sem að kemur ítrekað upp.
Hún betur þekkt sem Mata-fjölskyldan. Hún á sem sagt félag sem heitir Langisjór sem á talsvert af fyrirtækjum. Og ef við opnum næstu glæru þá getum við séð að þessi eina fjölskylda, hún á Mata. Það fyrirtæki sem að fer með leiðandi stöðu á grænmetis- og ávaxtamarkaði. Hún á fyrirtæki sem heitir Síld og fiskur sem einnig þekkt sem Ali. Hún á Freyju, nammi framleiðandann og Salathúsið. Þetta eru bara eignirnar á matvælamarkaði. Síðan á fasteignamarkaði fjölskyldan með 100% eign á Ölmu leigufélagi og síðan stærsti einkaaðili í hluthafahóp Reitir fasteigna, Heimar fasteigna og Eik fasteignafélags. Þannig að þetta fjölskylda sem með ráðandi stöðu bæði á matvæla og fasteignamarkaði. Það ég held... Alma? Já. Mér veist ég að ég hafi heyrt þetta áður. Þetta ekki það sem að hét almenna leigufélagið áður og var í eigu Gamma? Mikið rétt. Og það verður í rauninni þemað hjá okkur núna í dag. Það að rekja þetta eignasafn því að það aðgreinir sig í rauninni frá öðrum eignum Mata-fjölskyldunar að því leytinu til að fjölskyldan á allt þetta eignasafn. Þetta eru eignir sem í það minnsta upp á 1300 íbúðir, eflaust meira og það ekki þar með talið allar aðrar fasteignir sem að fjölskyldan á undir öðrum félögum. En bara þetta eignasafn það bil 1% af fasteignamarkaði á Íslandi. Já. Nokkuð magnað. En hvað eru þau búin að vera að brasa? Ef við opnum næstu glæru, þá getum við séð að þetta alls ekki tæmandi listi, en svona þær fyrirsagnir sem að kannski stinga dálítið í augað, að við sjáum að Alma leigufélag hefur svo sannarlega fengið mikinn mótbyr þar sem að þau hafa verið að reyna að setja nýtt norm í aggressífum leiguhækkunum. Þetta í rauninni hegðun sem við þekkjum kannski helst af amerískum fasteignamarkuðum, þar sem að það aðeins lengri saga einkasjóði sem að kaupa upp fasteignir og reyna að móta þannig markaðinn og umhverfið. Þú ert að tala félög eins og BlackRock? Ég að tala félög eins og BlackRock, já. Sem eru risafyrirtæki sem eru aðalega á húsnæðismarkaðin, teygja sig inn í hergagnaframleiðslu og alls konar. Já, og í rauninni eru þetta sjóðir sem að samanstanda oft af mörgum einkasjóðum á Íslandi. Þá eru lífeyrissjóðirnir oftast stór þáttakandi í þessu, eins og þú skoðar hinn leigufélögin, að þá oftast meiri hluta eigendur í hinnum leigufélögunum eru stéttarfélög og síðan fá einkaaðilar sem að oft stofna þessi félög, þessa sjóði, að setja sitt eigið fé þarna inn með og ávaxta peningana sína þannig. En eins og við sáum þannig að leigufélögin eru svolítið svona eins og hergagna eða eins og svolítið svona fyrirgjöð. Lífeyrissjóðirnir á Íslandi, þeir heiða sig svolítið svona eins og alríkið sem að gerist fjárfestingar aðili inn í þessi félög eins og í Bandaríkjunum, því við vorum að tala Bandaríkjunum þá eru lífeyrissjóðirnir svolítið þeirri stöðu hér að vera almannafé sem notað til að fjárfesta inn í félög sem eru á mestu leyti í einkaeigu eða jafnvel að minni hluti í einkaeigu en samt stjórnað af einkaaðilum. Já, og það mikið samspil að þú skoðar stjórnir stéttarfélaga og sérstaklega þeirra fjárfestinga anga þeirra og síðan skoðar stjórnir bankana og einkasjóðana. Þarna sérðu mikið óvel að þetta mikið sama kræðisana fólki. Já, stéttarfélag og lífeyrissjóður eru samt ekki... Afsakið, ég mismælti mig. Ég meina lífeyrissjóðir. En stéttarfélag eru að vísu að fjárfesta líka, en ég meinti lífeyrissjóðir, vissulega. Ok, en hvaðan kom þessar eignir? Jú, við erum búin að snerta aðeins á því að Alma hét áður almenna leigufélagið, en til þess að rekja þetta alveg aftur til upphafs þessa fasteigna, hvað var ég að kalla þetta, þessa fasteigna SAPS sem að þessar 1300 fasteignir eru, þá höldum við áfram að einblína á Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, því að hann lykillinn að þessu. Hann lykillinn að þessu og þetta í það minnsta 26 ára saga sem við ætlum að reyna að rekja hérna í eins miklum smáatriðum og við getum með þann tíma sem við höfum. Já, flottur maður. Þarna okkar maður Ásgeir. Ég held að flestir sem að fengu að lifa hrunið muna kannski eftir þessari mynd og muna eftir honum af sjónvarpsskjáum, en Ásgeir starfaði sem aðalhagfræðingur hjá Kaupþing banka. Kaupþing banki var eitt stærsti og algjörlega sá glæpsamlegasti banki sem að fór undir í hruninu. Ég held að við kannski hendum á
hendum á eitt myndband sem að ég greip á internetinu áðan sem að setur smá í samhengi, en þetta er viðtal sem tekið við Ásgeir 2008 í apríl þar sem að hann reynir að gaslýsa landan í það að það sé nú bara hysteríst af okkur að halda að ríkið þurfa að fara að grípa í taumana og bjarga bönkunum, en við skulum setja þetta í gang. Já, það er náttúrulega nokkur ástæður fyrir þessu. Fyrst held ég að það verið svona ákveðin svona eiginlega bara hysteri aðeins í svona gangi, sko, menn það svona dálítið þetta hlaupuð undan sjálfan sér, tala um að þetta bjarga bönkum og svo framvegis. Svo líka verðum til að hafa því í huga að bankarnir eru það stórir, þeir eru með mikið eigið fé. Já, við sjáum þarna talsvert yfirlæti. Heldur betur, ég man reyndar eftir þessu, sko, hann kom ekki bara einu sinni og ekki bara tvisar, hann kom fram og sagði, sko, beint ofan í kokið á fólki að það var ekkert að óttast og þetta væru hlægilegar, ásakanir eða hvernig sem hann leita á þetta. Einmitt. Og að bankarnir var allir í fínu standi, alveg bara þannig voru farnir sko út í hafsauga. Akkurat, en hann var einmitt helsti talsmaður bara enga framtaksins í rauninni á sko viðskiptabankasviði eða bara á engabankasviðinu á þessum tíma. Hann var ansið stórtækur, hann var sko eins og þú sagðir aðal hagfræðingur Kaupþings, en hann var líka yfirmaður greiningadeildarinnar. Já. Og á þessum tíma þá voru þessar greiningadeildir bara, það var litið á þetta eins og þetta var einhverja véfréttir sem getur sagt okkur bara, sko ekki bara hvað er að gerast í viðskiptalífinu, þetta er bara hvað er að gerast í lífið. Já, einmitt. Og hann algjörlega gekk á einhverju skýi eins og hann væri bara, þú sást hann, getur aðeins sé myndina á hann aftur þarna. Sko, hann er eins og hann sé að fara að pröfa sig sem nýji hljómbásleikarinn í Depeche Mode. Já, það er mikið... Hann sér sig sem rockstjörnu þarna. Já, og það og náttúrulega bara við alla þessar svokölluðu útrása víkinga og það eru fleiri sem koma til tals hjá okkur í dag eins og hann hvað er það meira? Hann Ármann? Nei? Ármann, sem var ekki Ármann, var það ekki Ármann Þorsteinsson, hann var allavega framkvæmdastjóri Kaupþings í Bretlandi, en hann hélt frægt partí þar sem hann ætlaði að fljúga inn, þú veist gott að það var ekki 50 cent á þyrlu eða eitthvað svona og þetta var bara að fjalla eins og eitthvað í slúðurblöðum sko og reynda að gera rockstjörnur úr þessum personum. Já. En ef við höldum áfram að reyna að rekja þetta, að þá er áhugavert að segja frá því að mánuði áður en þetta viðtal sem var tekið við hann í apríl 2008 mánuði áður en þetta viðtal átti sér stað að þá hafa kaupþingsmenn samband við matafjölskylduna og bjóða matafjölskyldunni að fjárfesta fyrir 3,5 milljarða í Kaupþing með láni frá Kaupþing og Kaupþing ætla bara að taka við í hlutabréfunum sem matafjölskyldan eignast í Kaupþing. Þannig að í rauninni er þetta Kaupþing að kaupa hluti í Kaupþing en hlutinir enda inni hjá matafjölskyldunni. Og fann lána nafni hjá matafjölskyldunni því þau hafa eitthvað svona stöðu sem aðilar á markaði sem geta keypt. Já. En þetta eru sýndaviðskipti. Þetta eru sýndaviðskipti. Það sem þau fá lánað fyrir kauparinu. Einmitt. Og kaupin fara svo fram einungis til þess að sýna fram á viðskipti með eins og þau gerðu margóft þessi bankar á þessum tíma. Já, ég meina þetta er, og sérstaklega þarna í aðdraganda sko yfirtöku ríkisins á bönkunum, að þá er þetta bara þemað og fólk, kannski allavega þeir sem að liðu til að muna að þeir muna eftir Al-Thani-málinu sem var líka kaupþingsmál, þar sem þau fá Al-Thani sem er einhver olíufusti eða hvað. Já, við myndumst aðeins á hann í seinasta þætti. Við gerðum það, við myndumst aðeins á hann í seinasta þætti og munum sennilega minnast á hann oftar. Já. En það var nákvæmlega sama formúlan, þar fá kaupþingsmenn samfara hann að vera í rauninni andlit fjárfestingar bankans í sjálfu sér til þess að samfara líðin að allt sé rosalega góðu og í þessu viðtali sem við sáum þarna, þar var Ásgeir mitt að segja heyrðu, allt lítur svo rosalega vel út, það eru svo mikið viðskipti og þetta eru þess að viðskiptin. En það eru fleiri hlutir sem að gerast þarna fyrir hrun sem að snerta á þessu eignasafni sem að við erum að rekja en 2006 þá stofna, hvað heitir hann, Agnar Tómas Möller held ég að ég sé að segja rétt nöfn. Agnar Tómas Möller og Gísli Hauksson. Gísli Hauksson
Já, þeir eru sem sagt koma úr, sem sagt Búnaðarbankinn var ríkisrekinn banki sem að verður að Kaupþing banka í einkavæðingunni sem á sér stað þarna aldamótin 2000 Já. og Ásgeir og Agnar og Tómas, þeir koma allir úr Búnaðarbankanum yfir í Kaupþing. Ok, þessi þrír, Já. Ásgeir, Tómas og Gísli. Já, þannig að þeir eru miklir kollegar og ná langt aftur í sinni starfsemi og í rauninni þá eru þeir þarna saman starfandi innan sem einingarinnar í gegnum einkavæðingu bankana. En hann Agnar og Gísli, þeir á pappír, þeir tveir og í eignarhaldi, stofna fyrirtæki sem að heitir Gamma eða held ég GAM Management held ég að sé skráðanafnið en þekkt sem Gamma. Já. Já, og það var alveg bara logo Gamma. Já, einmitt. Þetta var alveg, þetta var mjög áberandi fyrirtæki. Mjög áberandi fyrirtæki. Þau sem sagt ráða hann Ásgeir Jónsson eftir hrun, þannig að hann fer í rauninni úr Kaupþing banka þegar allt er komið í skrúuna þar. Ok, býtu, fyrirgjöðu, þú tapaði mér aðeins. Ok. Sko, þessir tveir aðilar Já. stofna Gamma og hvað er það? Hvað er Gamma? Gamma er sem sagt fjárfestingafélag sem að sko upphaflega var yfirlýsingin þeirra að þeir ætluðu að fjárfesta í skuldabréfum. Já. Það var held ég upphaflega fjárfestistefnan og þau ætlaðu að reyna að fá eins og við ræddum áðan lífeyrissjóðina og einkafjárfesta til þess að koma inn í sjóðinn og þeir stofnendur ég heldur áttu sig 30% hlutinn sko, Gísli og hann Agnar Tómas Möller. En það var held, ég minnir að það hafi verið upphaflega stefnan að fjárfesta í skuldabrifum. Síðan ráða þeir hann Ásgeir Jónsson sem efnahagsráðgjafa held ég að hann hafi verið titlaður. Þetta er eftir að Kaupþing fyrir í skrúuna. Eftir að Kaupþing fyrir skrúuna þá bara hoppar hann þaðan frá Kaupþing yfir til Gamma og ásamt honum Sölva Blöndal sem á Öldu Music, eða ég held að sé reynda búin að selja það til Universal í dag en Sölvi Blöndal úr Kvarasi sem að fólk þekkir kannski. Þeir tveir, Sölvi Blöndal, hann er lærisveinn hans Ásgeirs, bæði hérna í háskólanum og í viðskiptalífi. Þeir eru ráðinir af Gamma sem ráðgjafar og skrifa skýrslu sem að heitir Upp úr Öldudalnum. Mér minnir að hún hafi verið skrifuð 2010, en í þessari skýrslu sem að byggja að einhverju leiti á sko ritgerð sem hann Sölvi skrifaði í háskólanum í Svíþjóð eða í Stokkólmi á sínum tíma, að þá rýna þeir í fasteignamarkaðinn eftir hrun og í rauninni eru að rationalæsa það hvernig þeir geta látið svona einingar eða einingar eins og Gamma fá ráðandi stöðu á fasteignamarkaði og hvernig þú getur síðan viðhaldið arðbærni slíks sjóðs á fasteignamarkaði til lengri tíma. Basically búa til kurvuna sem við sáum í byrjun þar sem að verðið hækkar alltaf, það er alltaf hver mánaðamót hærri lega. Bingo. Og græða því. Já, og svo skýrsla, það er reyndar áhugavert að segja frá því að mikið af því sem að hann Ásgeir skrifaði bæði með Gamma og með háskólanum er ekki aðgengilegt á internetinu, sumt hefur hreinlega verið tekið niður af vef háskólans sem er inn á hans léni. Þannig ég þurfti að gera mig farið sérstaklega niður í þjóðabókhlöðu til þess að fá þetta eina inntak og mátti lesa það þar inn í lesstofu. En Gamma fer á fullt og byrjar að kaupa upp fasteignir eftir þessari áætlun. Og það sem er eiginlega ógæðslegast við þetta allt saman er sko uppruni helmings þessa eignasaps, þessa 1300 fasteigna, eða ég held að um 400-500 fasteignir voru keyptar af stofnun sem að hét Íbúðalánasjóður. Íbúðalánasjóður, það er rétt. Og Íbúðalánasjóður er sem sagt stofnað af ríkinu og sko hlutverk Íbúðalánasjóðs átti að vera að grípa fasteignir frá fólki sem fór í þrot í hruninu og koma þeim síðan á eðlilegu verði í gagn aftur á markaði. Þannig að þetta var nokkuð skonar félagshyggju verkfæri sem við ætluðum að nýta til þess að reyna að græða sárin eftir þennan nýðingskap útrásavíkingana. En eins og Þetta hefði geta verið það, en ég meina ætlaði ykkur nokkuð tímann að gera það? Ég meina, svoleiðis var þessu lýst. Þetta var yfirlýst stefna. Já, það var þannig, já. Okay, og þannig var talað um þetta að þetta var, það var verið að reyna að samfara fólk um það að ríkisstjórnin væri ekki gagnslaus og hún ætlaði að grípa í taumana og þá var talað um þetta fyrirbæri sem nokkuð svona víakúl til þess að reyna að tryggja það að þessar fasteignir færi ekki bara þangað sem þær síðan fara á endanum. Því að það sem að gerist er að Gamma, þau eignast þarna, hvað þetta eru, 450 íbúðir sem þau kaupa bókstaflega af ríkinu eftir að ríkið hefur það af einstaklingum sem fara í gjaldþrot.
Þú veist, þetta er náttúrulega siðlust. Og síðan hvað segirðu? Þannig að eignir, og á þessum tíma eru þessar eignir í rauninni eign Íbúðalánasjóðs. Já. Og bara hlutverk Íbúðalánasjóðs er að sjá almenningi fyrir tækifærum til þess að eiga sinnar eigin íbúðir. Já. Planið sem síðan þessi ágæti Sölvi og Ásgeir Jónsson komu upp með gengur út á það að taka þessar íbúðir og okra á þeim. Já. Ég meina, talandi um að tala mannamál. Já, það er þannig á mannamáli og Já. það er þannig í skýrslunum sem þeir skrifuðu og í ritgerðunum sem að Sölvi skrifaði. Og svo það er það sem þeir gerðu. Og það er það sem þeir gerðu. Og það eru vissulega fleiri fasteignir. Ég get ekki sagt til hvert hlutfall hins helmingssjóðsins er sem var keypt úr þrotabúum eða annað, en þannig eru líka nýbyggingar og fleira. En þetta lendi ekki allt hjá Ölmu, þetta lendi að ykkur leiti annara fasteignafélaga? Já, ég fann einhvern einn lista sem að reynir að útlista eigendur eða kaupendur úr þessu, og sko í dag þá er það sem að þetta var orðið, hvað heitir þetta? HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Húsnæðis og, já. Já, þannig að það í rauninni er sko það sem tók við eftir að þetta var lagt niður. En það er smá útúrsnúningur. Já. En mér ráma svolítið í þetta. Ég man sko, það var gert útboð á þetta mikla eignasafn. Og það var einhvern veginn þannig sett upp að það gæti enginn boðið í þetta nema bjóða einhverja lámars upphæð sem var langt út fyrir getu nokkura einstaklinga. Einmitt. Þannig að í rauninni var bara fagfjárfestar svo kallaðir sem að fá að taka þátt í því að kaupa upp þessar eignir. Þannig að þetta eignasafn sem er í eigu þessara stofnunar sem og stofnunin hefur þenn yfirlýstilgang að færa fólki möguleika á að eignast fasteignir. Það er tekið upp, þessar eignir eru teknar upp og þær eru seldar á þann hátt að það er algjörlega útilokað að einstaklingar geti keypt þær. Já. Og það er í rauninni sett upp þannig að þær gátu bara endað í höndunum á risafélögum eins og almenna leigufélaginu á þeim tíma sem nú er Alma. Já. Og annara leigufélaga af svipuðu. Sko, það var ekki rosa mikið gagnsæi á sölunum á þessum eignum. Nei. Þannig ég hef ekki fundið tæmandi lista af kaupendum. En þarna var, sko, síðan hefur Kvika keypt upp meira af þessu líka og fleiri sjóðir. En ég ætla að reyna að halda mig við það sem ég er með svona bókfast. Sko, það er síðan til að rekja aðeins ferilinn hans Ásgeirs áður fram að því að hann verður seðlabankastjóri, að þá fer hann úr Gamma yfir í sko annað svipað víkul sem að reyndar fókusar á skuldabréf sem að heitir Virðing. Og Virðing er í rauninni bara svona annar klassískur einkasjóður sem að er samsettur af einkaaðilum og af lífeyrissjóðum og fjárfestir í skuldabréfum. Seinna rennur síðan Virðing saman við félag sem heitir Auður Kapital, en það er áhugavert að benda það Auður Kapital er stofnað af Höllu Tómasar sem er í dag forseti Íslands. Já. Og þetta rennur saman og heldur nafninu Virðing sem er síðan keypt af Kvikubanka. Og hann Ármann sem við myndumst á áðan, sem að ég var eitthvað erfitt með að muna nafnið á, sem að var framkvæmdastjóri Kaupþings í Bretlandi, hann situr líka þarna í stjórn Virðingar, færir sig yfir í Kvikubanka, verður framkvæmdastjóri þar og er enn, kaupir Virðingu og þar með Ölmu Kapital, Auður Kapital segi ég, og Auður, það er fólk kannski þekkir Auður bankaþjónustu Kviku í dag, þaðan kemur það nafn, það er frá þessum samruna, en kaupir upp Gamma og kaupir þar að leiðandi, kaupir upp Virðingu, kaupir síðan upp Gamma, þannig að bæði félögin sem Ásgeir snerti voru keypt upp af Kviku undir stjórn Ármanns og þar með eignast Kvika þetta eignasafn. Þannig að þetta er og Halla, sem átti setna eftir að vera fórsti, verður forrík. Já, hún kassar bygg, hún er stofnandi Auðar og mók græður á þessu.
Ég er ekki búinn að reyna að fá tölu á það hvað hún vasaði Hvert þarna. kaupverðið var, en það var töluvert, getur maður gert ráð fyrir. Já, þetta eru peningar, Já. þetta eru upphæðir. En það sem ég finnst bara áhugaverðast að sjá er nálægðin hjá þessum einstaklingum í viðskiptum, nálægð þeirra við þá fjármálaglæpir sem áttu sér stað í hruninu, nálægð þeirra við sko þá skæðustöðu sem að geisa núna fyrir almenning á Íslandi og síðan hversu mikið involvement við erum með bæði í Seðlabankanum og ríkisstjórn, en við komum kannski aðeins meira að þáttakendum í ríkisstjórn hérna á eftir. En hérna, við vorum komin á þann stað þar sem að Kvika-banki er búin að kaupa í rauninni þetta eignasafn og það sem að gerist næst er að í fyrsta lagi þá ræður Kvika-banki hana Kristrúnu Frostadóttir sem er núna forsætisráðherra sem aðalhagfræðing og hún starfar sem aðalhagfræðingur til byrjun árs 2021. Já. Og hún er starfandi aðalhagfræðingur og vinnur þarna með honum Ármanni við það að strúktúra kaupsamning á milli Kviku og Matafjölskyldunar. Þar sem að þau selja hérna Matafjölskyldunni, eignasafnið, held ég á 11 milljarða og þar lánar síðan Alma, leigufélag, Matasyskinunum 7 milljarði til þess að kaupa sjálfa sig. Já, þá vorum við komin í hring, þar sem við vorum aftur, já. Já, þannig að þegar Matasysskinin eignast þetta félag, þá í rauninni get ég ekki séð betur en að þau sé að leggja út svipað upphæð og þau voru að stela í hruninu. Eða þú veist þessi upphæð sem að ég nefndi þarna, sem að þau fengu frá Kaupþing. Allur þessi hópur, ég meina Ármann, hann var framkvæmdastjóri Kaupþings í Bretlandi, Ásgeir, hann var aðalhagfræðingur Kaupþings, stofnendur Gamma voru allir starfsmenn og stjórnendur Kaupþings. Já, Tómas Möller var áhættustýringu. Já, hann var yfirmaður áhættustýringar deildar eða hvað það heitir. Þannig að Gamma er eiginlega stofnað þarna bara innan úr Kaupþingi rétt áður hrunið er og greinilega einhverjum fé komið fyrir það líka vegna þess að þeir fara beint af stað. Já, og markaðurinn sko frá 2006 til 2008-2009 bara hvernig þetta félag fer ekki undir. Er þarna kannski komin hluti af þessu, sko, Kaupþing var stærsta gjaldþrot bara sögunar. Já. Bara langstærsta íslenska gjaldþrotið og ég held að mér sé bara á heimsmælikvarða. Já, að þú setur sko gjaldþroti líka í hlutfall við GDP, hvað heitir það á íslensku? Þjóðarframleiðslu? Jú, eitthvað marg þjóðarframleiðsla. Að þú setur þetta sko í hlutfallslegt samhengi þá einhvers staðar sá ég nú yfirlýsingu í fréttaskýringu sem að sagði þetta stærsta gjaldþrot sögunar. Já, allavega, þetta er alveg skrimslega stort. Gríðarlega miklu peningar. Já, og svakalega glæpsamlegi viðskiptahættir. Þannig verðum áttu að gráða þessi banki að hann er raunverulega að fjármagna sjálfa sig, hann er að gefa starfsmönnum sínum lán, þarna er verið að síðan eru sko lánin afskrifuð til rétt fyrir hrun, rosalega mikið af innherjaviðskiptum að eiga sér stað, fólk er að verða filthy rich af þessum viðskiptum og síðan endum við, almenningur og ríkið, með því að þurfa að taka yfir bankan, eins og við sáum í myndbandinu áðan á Ásgeiri, þú veist, að hvað Seðlabanki lánar 78 milljarði sem eitthvað neyðalán og það er bara einn biti, þetta er bara einn hlutur af þeim kostnaði sem við þurftum að bera þarna. Og einstaklingarnir sem að virkilega sátu þarna í sko stjórnsætum algjörlega afleiðingalust. Þú veist hvað, Hreiðar Már sem var bankastjórið þarna fekk einhvern 5 ára fangelsisdóm og satt inni á Hólmsheiði eitthvað í korter. En Ásgeir ekki? Ásgeir ekki. Ég held að enginn vill meina Ásgeir sé ábyrgur. Ég meina þau, Vinstri-grænir ráðan sem sko. Samt hann aðalhagfræðingur og formaður greiningardeildar bankana. En allavega, innan úr bankanum hans, innan úr áhættustýringadeildinni, þar sem Tómas Möller situr, ásamt félagar sinni Gísla og þeir eru allir saman komnir úr búnaðabankanum þannig að þeir fóru í gegnum einkavæðinguna inn í Kaupþing og innan úr þessu áhættustýringasviði stofnaðir Gamma sem á fullta penning svo fyrir bankin og hausinn en Gamma á áfram fullta penning. Þannig að þess að spyrja sko, getur verið að þarna sé komið hluti af fénu sem að hvarf í þessu gjaldþroti? Já, peningarnir sem fór ekki til Tortóa. Já. En það er skattaskjóli. Og eru það eftir hér á Íslandi og já, hvort að það sé, þú veist, bara þess að inntækið í Gamma sé í rauninni bara beint úr Kaupþingi. Ég dreg þá ályktun. Já, er ekki bara óhætt að draga þá ákvörðun? Ég veit ekki hvað annað þetta ætti að vera. Þú veist, þarna eru aftur lífeyrissjóðirnir auðvitað að taka þátt í þessu með Gamma, þannig að
það útskýrir hluta sjóðsins, en einkaframtakið og hvaðan peningar einkaframtaksins og einstaklingana sem eru þarna koma, veit ég ekki. Síðan það hitt að þeir eiga sikk hvort 30%, ég held að þeir hafa átt samanlagt 60% í Gamma, Gísli og Arna Möller. Þeir eru þeir sem kassa út þegar þetta selt. Þau svakalegar upphæðir, sko. En til þess að kaupa til dæmis þessar, hvað þetta voru mörg hundru íbúðir, þá þurfa að hafa töluvert EIFI. Einmitt. Og einhvers stað kemur það frá. Já. Því að nú erum við að tala um sko fyrirtæki sem fer á stofn rétt hrunið. Það var engin viðskipti fyrir þá til að vera, þú veist, að græða á. Já, þetta er líka bara stór skrítin tímasetning. Já. Þú veist, já, það er rosa capital management fyrirtæki í landi sem er búið að fara í gegnum bankarhraun og engir peningar eru til. Af hverju eru þeir svona ríkir? Einmitt. Ég meina, af hverju spurði enginn að því? Já, ok, allavega, þeir geta keypt allar þessar íbúðir og síðan koma þeir þeim fyrir og missa þeir svo úr höndunum í hendur Kviku. Já, missa þeir náttúrulega að selja það fyrir stóra peninga. Og sko, netið er náttúrulega stærra en þetta. Þú veist, við sjáum að hann, Agnars Tómas Möller, hann hefur og held setið enn í stjórn Íslandsbanka sem dæmi. Hann Gísli, hann lamdi konuna sína hrottalega, fekk dóm fyrir það og hætti þá að vinna hjá Gamma. Og ég held að hann hafi aldrei svona recoverað út á við eftir það, því að það er viðbjóður, ekki fallegu maður. Ég held, við vorum ekki búin að taka upp skiltið fræga heldur sem að Gammamenn eignuðust. Sem nú bara svona dæmi hvað þetta fólk ber enga virðingu fyrir nokkur sköpuðum hlut. Já, að við hendum upp mynda þessa. Þetta er mynd sem var á forsíðu ársskýrslu Gamma og þarna sjáum við skilti eftir hann Helga Hóseason. Helgi, fyrir þá sem ekki vita, var svona einn helsti andófsmaður íslenska almúans og stóð Hann er bara OG stóð dögunum saman og mótmælti einn. Þetta er mjög falleg persóna úr íslenskri sögu. Þetta er eftir hrun, eftir að þeir hirða upp fasteigninnar frá fólkinu sem að fór í gjaldþrot, þá kaupa þeir þetta og láta eins og þeir séu sko miklir menningarmenn og plastera þessu yfir áskýrslunar sínar. Þú veist, á milli það sem að einhverju þeirra þarna lemja konurnar sínar og þetta er náttúrulega bara, þetta er gjörsamlega viðbjóðslegt. Og ræna eignum og selja þeir sér sjálfum til gróða. Einmitt. En sko, við höldum áfram í næsta þætti því að þráðurinn endar alls ekki hérna. En til að gefa ykkur smá forsmakk af því hvert það stefnir, að þá er utanríkisráðherra, hún Þorgerður Katrín og eiginmaður hennar, hann Kristján Arason, Kitty Kúbein, eins og við köllum hann hérna í stöðumála, að þau eru heldur betur viðloðin þar sem á sér stað þarna, þar sem að hann var nú framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Kaupþingsbanka, ef ég maður rétt. Já, hann var yfirmaður viðskiptasviðs. Já, yfirmaður viðskiptasviðs eða viðskiptabankans. Og fengu þau 2 milljarða króna kúlulán sem að aldrei þurfti að greiða tilbaka. Sem allir vita þessu kúluláni. Og allir héldu að það væri stóra sagan í sambandi við Kristján Arason og Þorgerði Katrínu. En við höfum komist að öðru. Sem við ætlum ekki að segja frá alveg strax. Nei. Þannig að við ætlum að leyfa þessu að malla í maganum á ykkur yfir helgina og meðan þið borðið vel og yppið öxlum yfir efnahags ástandinu. En ég held að við bara köllum þetta gott að sinni og tökum upp þráðinn af viku liðinni. Ef að gera það, ef að segja það gott. Ertu með fleiri spurningar? Já, ég er náttúrulega bara með endalsa spurningar, sko. Ég vil helst ekki hægt að tala um þetta, sko. Maður, sko, að því að, sko, nú erum við að horfa, Ásgeir Jónsson og hans ferill. Hann er mjög blóður. Hann er, sko, hann veður upp að hnjám. Hann er í Kaupþingi, bara einn af stærstu playerunum þar. Hann fer þaðan yfir í Gamma og er bara ansi hreint atkvæða mikill þar. Frá Gamma fyrir hann yfir hvað það eru virðingu. Já, sem kemur meira við sögu á eftir. Nei, í næsta þætti segi. Já, sem síðan er soguð upp í Kvikubanka. Og þar er hann líka, er það ekki? Ásgeir Jónsson. Nei, hann var kannski ekki þar. Nei, hann hefur ekki starfað fyrir Kviku allavega beint. Nei, en svo með þessa ferilskrá er hann síðan dregin upp úr bókanum þegar að vantar seðlabankastjóra á Íslandi.
Já, það Þú er veist. reyndar góðu punktur sem ég kannski hljópa aðeins. Ég ætla að taka ekki nóg snemma hana. Já, ég sko, að því að mér finnst þetta alveg magnað. Að sko, ég persónulega, þegar ég sá þetta tilkynnt að hann hefði verið skipaður hérna seðlabankastjóri, þá hugsaði ég sko, ok, þetta er bara einn af þessum 4 reiðmönnum hérna hrunsins, þú veist, ég menna, þar sem þessi maður kemur, þar er bara stór hætta. En á þeim tíma hafði ég ekki hugmyndum að hann hefði gert neitt nema Kaupþing. Einmitt. En hann er líka þarna inn í Gamma sem er eitthvað svona ansirhreint köflóttur ferill á íslenskri fjármálasögu Já. og virðingu, þannig að þú veist... Já, síðan er líka það, fólk er sko, ég held að flestir sem að... En hvers vegna hann? Hvers vegna hann? Af hverju var hann fenginn? Já, þá þarf fólk að kynna sér hver pappans er. Pappans er Jón Bjarnason, þingmaður og ráðherra fyrir VG. Vinstri grænna. Já. Og hér komum við að mjög áhugaverðum punkti sem er að hann fær stöðu sína hjá Seðlabankanum 2019 undir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur Og Bjarni Ben. og Bjarna Ben. Já. Og það er skemmtilegt frá því að segja að í fyrradag þá var tilkynnt að það hafi verið lagt til að Katrín Jakobsdóttir yrði stjórnarmaður í Eik fasteignafélag sem er í eigu matafjölskyldunar. Hei, hvað er glæran? hvað er glæran? Akkurat. Eik, það er eitt af þessum félögum sem matafjölskyldan á. Já, það er eitt af þeim félögum sem að matafjölskyldan á, sem að sérhæfir sig í hvað sem er atvinnuhúsnæði held ég. Atvinnuhúsnæði. Já. Þannig að Alma eru leiguíbúðir fyrir einstaklinga, Eik og Reitir. Það eru svona atvinnuhúsnæði. Já, einmitt. Það er alveg stórtæk fjölskylda. Já, þannig að hann kemst sem sagt í þessa stöðu í gegnum tengslanett sitt sem að miklu leyti er bara tenging hans í gegnum pappa sinn við Vinstri græna þar sem að pappi hans satt sem þingmaður, hann var landbúnaðar. Nú eru VG ekki það atkvæða mikið í þessari ríkisstjórn en hlýtur á að haft einhverja tengingar við auðvaldi líka. Já, og við sjáum náttúrulega eftirlífið eftir alþingi fyrir fólk er svo sannarlega arðbært. Þannig að þú veist. En já, fólk vill oft bendla hrunið við sjálfstæðisflokkinn réttilega og einkavæðingu bankana réttilega en vill oft stilla þessum meintu vinstri flokkum upp sem einhvers konar andstöður hrunsins. Já, Samfylkingin var nú bara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum þegar hrunið fór yfir. Já, og við sjáum að hún Kristrún Frostadóttir starfaði sem aðalhagfræðingur Kvikubanka þegar Kvika selur ölmuleigufélag til matafjölskyldunar. Ég held að tæknilega séð þá tilkynnir hún uppsögn sína mánuði áður en salan gengur í gegn. En hún tilkynnir uppsögn sína. Ég veit ekki hvenær hún hætti, því hún hætti ekki við tilkynninguna. Hún tilkynnir bara að hún sé að fara að hætta og fer þá í framboð. Og hún hefur líka starfað sem aðstoðamaður Seðlabankastjóra ef ég er ekki að fara með hún starfaði hjá Seðlabankanum að einhverju marki. Ég þori ekki að fara með hvað var nákvæmlega. Ég er að fara eftir minni þarna, mér minnir sterklega að hún hafi verið aðstofamaður Seðlabankastjóra. Eða allavega starfað inn á skrifstofu Seðlabankastjóra á sínum tíma. En það er þó ekki Seðlabankastjórinn Ásgeir Jónsson? Nei, það er ekki Ásgeir Jónsson, það er lengra síðan. Það er Már. Já, ég kannski reyna að halda mig við það sem að ég er með heimildirna fyrir fram á mig, en einhver mál er þetta mig að ég er að fara með rangt mál þarna. En já, þetta er lítill hópur af fólki, hann dreifist í aft á milli hægri og vinstri flokka á Alþingi og og Samfylkingin greinilega ekki alveg að baki dottinn fyrstu kjósa sér formann úr þessari klíku. Ég meina hún kemur hún er aðalhagfræðingur Kvikubanka, það er ekki lítilvæg staða. Já, og hún er player sko. Hvað heitir hann? Vilhjálmur Vilhjálmsson sem er með gervigreinda máltækni fyrirtækið þarna. Vilhjálmur Þorsteinsson. Vilhjálmur Þorsteinsson sem er náttúrulega bara stór auðgast á þessu tímabili í þessum kreðsum. Félög undir hans nafni eru ítrekkað þegar ég er að fara yfir eignarhald á þessum sjóðum, þá er hann ítrekkað verið að poppa upp. Ég meina þetta er allt bara sama kreðsan, þetta er auðvaldið og auðvaldið það spilar báðum megin við línuna og þú veist, það gerir það undir forsendum nýfrjálshyggjunnar og undir forsendum nýfrjálshyggjunar, bara að kalla það hægri og vinstri, skiljum. Við erum til dæmis með 2 nýfrjálshyggjuflokka í ríkisstjórn núna. Það er nýfrjálshyggjuflokkurinn Samfylkingin og nýfrjálshyggjuflokkurinn Viðreisn. Einmitt. En núna held ég að ég geti sagt að við ætlum að geyma restina af þessu samtali fyrir næsta þátt. Þar ætlum við að rýna í Capacent eða Centra sem að
spilar heldur betur stórt hlutverk í þessu öllu saman, Þorgerði og eiginmann hennar, og höldum áfram að þræða þarna á milli banka og sjóða fram til Evrópusambandsins og HS Orku. Algjörlega. Ég þarf sennilega einhvern veginn að setja einhvern veginn myndrænt fram svo ég skilji þetta. Af því að mér finnst þetta er svo margar tengingar og tiltölulega flóknir gjörningar. Þetta eru það. Það sem er fyrirtæki eru seld inn í önnur fyrirtæki og erfitt að halda þræði með, sko, það eru fyrirtækinu eru seld og eignirna verða eftir einhver annar staðar og svona, en hérna, já. Og ekki mikið gagnsæi heldur. Ekki mikið gagnsæi og ekki mikið í rauninni að grípa í til að rannsaka svona eftir á. Einmitt. Af því að það verðist vera sem að og nú annað sem við rákust á þegar við vorum að pæla í þættinum seinast var að það var búið að taka út var að hérna hellinga fréttum. Herði, já. Það er, við skulum setja það í næsta þátt með tilengaðan hlut. Það er of stórt til þess að við ætlum að fara að hoppa yfir það núna. Það þarfnast meiri athygli og nákvæmni. En ef að þið hafið hugmyndir það hvernig við getum matreitt þetta efni svo að það sé sem skýrast og aðgengilegast, endilega sendið okkur línu. Við erum á Instagram, Staðamála, YouTube, Staðamála og síðan finnið okkur hérna á föstudagskvöldum á Samstöðinni. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.